daginn og gleðilegan hvíldardag. Við skulum hefja þessa stund í Jesú nafni með að syngja salnúmer 318. Við skulum syngja salnúmer 376 og það náða eiga Jesú.
Já, og ritningarversi sem hann Kristján Ari valdi er í Jóhannesarguðspjalli 15. kafli og 5. vers. Ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar, sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þér alls ekkert gert. Skulum lúta höfði í bæn. Kæri Faðir, ég þakka þér fyrir að við getum komið saman í húsi þínu á þessum hvíldardegi, þessum hvíldardegi. Viltu vera með þeim sem eru á leiðinni, viltu blessa þá og hjálpa þeim að komast heil og höldnu hingað til okkar. Viltu vera með þeim sem ekki geta komið, viltu blessa þá. Faðir, ég bið þig að vera hjá okkur þessa stund, fylla hann af kærleika og hjálpa okkur að vera góð hvort við annað, sýna hvort öðru kærleika. Faðir, viltu fylla hjörtun okkar af heilugum anda þínum og viltu gefa að við verðum móttækileg fyrir orðið þínu þegar Kristján Ari talar til okkar. Faðir, ég þakka þér fyrir nærveru þína og ég þakka þér fyrir að þú ert með okkur. Þakka þér fyrir allar blessanir þínar. Vilt þú blessa okkur áfram í daginn? Ég bið í Jesú nafni. Amen. Svo skulum við syngja salminn með 207. Jesús kallar þreyttir þjáðir.
komið að því að taka upp gjafir. Kæri Faðir, viltu blessa þessar gjafir og margfalda þær, viltu blessa þá sem gáfu, í Jesú blessaða nafni, amen. Já, svo það barnasálmur. Og Jesús hann elskar öll. Og númer með barnasálmur. Ég var að fatta að ég gleymd að taka mikrofóninn aftast til að setja á mig, þannig að ég kannski fæ hann hjá okkur eftir að nota þennan á meðan. Góðan daginn, krakkar. Hola niños, buenos días. Hvað segir þið gott, krakkar? ¿Qué me cuentan el día de hoy? What can you tell me, kids, today? Eru þið ekki glöð að þess komið sól í dag? ¿Les gusta que ya salió el sol? Hæ, krakkar. Sittast niður, svona, allt í lagi. Þegar ég fór í bílinn í leiðinni í kirkjuna, þá var að snjóa og snjóa og snjóa.
var snjór hjá ykkur þegar þið lögðu af stað? Cuando yo fui al carro, estaba nevando mucho. When I went to the car, there was a lot of snowing. En núna sól Ahora hay sol. og ekki að snjóa. Now it's snowing, not snowing, and it's sunny. Það getur breyst svolítið hratt. Esto puede cambiar rápidamente. Og This þess vegna can change very fast. getum við talað veðrið alveg endalaust á Íslandi. Y por eso podemos platicar del clima sin fin aquí en Islandia. That's why we can talk about the climate for such a long, forever and ever in Iceland. En einu sinni, þá var Jesús að tala við mannfjöldan. Hann var að tala við mjög marga. Hann var búinn að vera að tala við allan daginn. Una vez Jesús había estado platicando con la multitud todo el día. Once Jesus had been talking to the crowd for a long time. Og það voru svo margir og í þá daga það var ekki til svona mikrofón eins og ég með. En ese tiempo había mucha gente, pero en ese tiempo tampoco había micrófono. Og þau voru ekki í svona sal eins og við erum inn í. We didn't have a microphone then when Jesus was talking to the people. Había así como getur endurtekið þetta? Þau voru ekki, já, ég skal reyna að stytta líka í hverja línu. Og þau voru ekki með svona sal, svona kirkju sem þau gotu komið saman í. Y no tenían un edificio como este para juntarse. They didn't have a hall like this where they can come together. Heldur voru þau úti. Pero estaban afuera. They were outside. Og til að allir myndu heyra Jesús, para que todos escucharan a Jesús, so that everybody could listen to Jesus. þá var hann í bát. Estaba en una barca. He was standing in a boat. Smá frá landi. A little bit away from land, un poquito lejos de la costa. Svo satt allt fólki í brekkunni fyrir ofan. Y toda la gente estaba sentada en una colina viéndolo, and they were all sitting like in a hill watching Jesus. Þannig að Jesús talaði hátt og skýrt. Así que Jesús habló fuerte y claro. Jesus spoke very clear. Til þess að allir myndu heyri í honum. And loud, para que todos escucharan a él, so that everybody could listen to Jesus. En svo þegar komu kvöld, Luego cuando llegó la tarde, when there was evening, þá var Jesús orðinn svolítið þreyttur. Jesús ya estaba un poco cansado. Jesus was a bit tired. Hafið þið prófað að tala hátt og skýrt allan daginn? ¿Han intentado hablar fuerte y claro todo el día? Have you tried to speak loud and clear for a whole day? Hann var allan mjög þreyttur og búinn að vera úti í sólinni. Estaba muy cansado y había estado en el sol. He had been outside and in the sun. Svo þeir byrjaði að sigla yfir vatnið. Entonces empezaron a navegar sobre el lago. They started to like sail over the lake. Og það var bara spegilslétt allt saman. Y todo el lago estaba así como espejo. And the lake was very calm. Búið að vera gott veður allan daginn. And the weather had been very good during the whole day. El clima había estado excelente. Og Jesús hann sofnar í bátnum. Y Jesús se quedó dormido en el barco. And Jesus fell asleep in the boat. En lærisveinarnir hans, þeir voru að stýra bátnum og passa seglin. Pero los discípulos estaban guiando el barco. En svo kemur eitt ský, annað ský. And the disciples were guiding the boat. Y luego ven una nube, otra nube. Then they see one cloud, another cloud. Og svo var allt í einu komið rosalega mikið rok. De repente empezó a haber mucha tormenta. And suddenly there was a big storm. Og rigning. Y lluvia, rain. Og öldur. Y olas and waves. Og allt í einu var bara eins og báturinn væri að fara að sökkva. Y de repente era como que iba a hundirse el barco. And almost it would sink the boat. En vitið hvað Jesús var að gera? Pero ¿qué estaba haciendo Jesús? What was Jesus doing? Munið það?
¿Sí se acuerdan? Do you Alveg remember? rétt. Hann var að sofa. Estaba dormido. He was sleeping. Vaknaði Jesú. Despierta Jesús. Wake up Jesus. Bjargað okkur. Sálvanos. Save us. Og veitir hvað Jesú gerði? ¿Qué hizo Jesús? ¿Saben? What did Jesus do? Stóð upp. Ef að prófa að standa upp. Se paró. Vamos a pararnos. Allir standa upp. Let's stand up like Jesus did in the boat. Og hann sagði, stoppaði vindur, stoppaði veður. Párale viento. Stop bad wind. Hafið þið prófað að gera þetta? ¿Han intentado hacer eso? Have you tried this before? Veistu það, hún Ester Lilja mann söguna betur en ég. Hún sagði, Jesús sagði, verið hljóð. Esta Lilia sabe la historia más que yo. Ella dijo, párale viento. Esta Lilia, she knows the story better. She said, stop wind. Og veitir hvað gerðist? ¿Saben lo que pasa o pasó? Vindurinn Do you know hætti. what happened? Vindurinn hætti El viento paró, og regnið stoppaði the wind stopped, y la lluvia paró, and the rain stopped, og öldunar lagði. y las olas se pusieron todas calmadas, and the waves would be very calm, Og öll skíin hurfu. y todas las nubes desaparecieron, and the clouds would disappear. Og lærisveinarnir spurðu sig, Y los discípulos se preguntaban, and the disciples would ask, hver þessi Jesú? ¿quién es ese Jesús? Who is this Jesus? Jafnvel veðrið hlýðir honum. Hasta el clima le obedece. Even the weather obeys him. Og Jesús spurði líka lærisveinarna, Y Jesús le preguntó a los discípulos, and Jesus would ask the disciples, af hverju voruð þið hræddir? ¿por qué tenían miedo? Why were you afraid? Vissuð þið ekki að ég væri með ykkur? ¿No sabían que yo estaba con ustedes? Didn't you know that I was with you? Af því að Jesú, hann vill vera með okkur Porque Jesús quiere estar con nosotros, because Jesus wants to be with us. og passa okkur. Y cuidarnos and guide us. Ekki bara þegar það er vont veður, No solo cuando estaba mal el clima, not only when there's bad weather, líka þegar eitthvað kemur upp á sem er ekki gott. pero también cuando algo sucede que no es bueno, Þegar við verum, also when things happen that are not good, þegar við verum leið, cuando estamos tristes, when we are sad, eða þegar við verum meiðum okkur. cuando nos lastimamos, when we are hurt. Jesú vill alltaf vera með okkur og passa okkur. Jesús siempre quiere estar con nosotros. Jesus wants to be with us always. Og hann segir við okkur, Él nos dice, þið eru ekki ein, he says to us, you're not alone, no están solas. ég er alltaf með ykkur. Siempre estaré con ustedes. I Amen. will always be with you. Krakkar, eigum við að biðja saman. Og spila Vamos greina. a orar, niños. Let's pray together. Góði Guð, Querido Señor, dear Father, takk fyrir það að þú vilt passa upp á okkur. gracias porque tú quieres cuidarnos. Thank you that you want to guide us. Takk fyrir það að þú getur stoppað storminn. Gracias porque tú puedes parar el mal viento. Thank you that you can stop the bad wind. Hjálpa okkur að muna að biðja þig að hjálpa okkur enn meira. Y ayúdanos a siempre estar más cerca a ti. Og góði Guð, ég biðjum að passa upp að öll börnin hér. Querido Señor, te pido que cuides a todos esos niños aquí. Dear Father, guide these children here. Ég biðjum þess í Jesú nafni Estamos orando eso en el nombre de Jesucristo. og segjum öll saman, Vamos a decir todos juntos. Let's say this together. amen. Amen. Takk krakkar. Takk fyrir að vera svona duglega að hlusta. Gracias, niños. Thank you, kids. Thank you. Já, og þá er komin að predikunin. Gjörðu svo vel.
Those of you that need English translation, there is some translation at the back. Gleðilegan hvíldardag, öll sömul. Feliz sábado todos. Áður en að ég hef predikunni í dag, Antes de que empiece yo a predicar el día de hoy, þá ætlum ég að biðja söfnuðunum að rísa á fætur. Ég hef því miður andlátstilkynningu til að færa ykkur. quiero pedirles que se pongan de pie porque tenemos un anuncio de alguien que falleció dentro de la iglesia. Ástkær bróður okkar í Kristi, Guðbjörn Querido hermano en Cristo, Reynir Guðsteinsson, Guðbjörn Reynir Guðsteinsson, lést á Hrafnistu í Hafnarfirði á miðvikudaginn 5. febrúar. murió en Hrafnista el miércoles 5 de febrero. 91 að aldri. Él tenía 91 años. Reynir, eins og við þekkjum hann flest, Reiner, como lo conocemos mejor, var virkur meðlumur í söfnuð okkar él era activo en nuestra iglesia. hér á landi. Hann var kennari og skólastjóri í aðventista á Hlíðarskóla. Él era maestro y director de nuestra escuela en Hlíðardalsskóli, Barnaskólanum í Reykjavík también de la primaria que teníamos aquí en Reykjavík og Barnaskólanum í Vestmannaeyjum. y también en Vestmannaeyjar. Auk þess fáum við að njóta þýðinga og texta eftir hann í sálmabók okkar. También tenemos traducciones en nuestro himnario que han sido hechos por él. Blessuð sé minning hans. Bendita sea la memoria de él. Við vottum ástvinum innilega samúð Queremos dar el pésame a sus parientes og horfum saman með eftirvæntingu y juntos miramos con anticipación þegar við fáum að sjá hann aftur við endurkomu Krists. al verlo cuando regresa Cristo. Amen. Amén. Bið ykkur að taka aftur sæti. Pueden tomar asiento. Við áttum von á því að fá gest þennan hvíldardag, Esperábamos tener una visita aquí este sábado, en eins og var auglýst fyrir þó nokkuð, pero como fue anunciado hace un tiempo, þá komst hann því miður ekki. no logró venir. Við höfum verið að fara í gegnum 10 daga bænarefnið, núna síðustunar tæpar 2 vikur. Hemos estado viendo oraciones por 10 días en esta última semana. Veðrið hefur leikið okkur grátt El clima no nos ha tratado bien og tæknin stundum líka. y también la tecnología. En mér langar til þess aðeins að við fjöllum efnið sem að þar kemur fram. Pero quiero hablar un poco del material que ahí sale y de qué se habla. En áður en við hefjum, þá skulum við lúta höfði í bæn. Antes de empezar vamos a orar. Kæri himneski Faðir, Querido Señor que estás en el cielo, við þökkum við fyrir það að við getum komið saman frammi fyrir þér. te agradecemos por haber podido juntarnos aquí ante ti. Við þökkum við fyrir þinn hvíldardag Gracias por tu sábado og fyrir þetta samfélag sem við höfum hér. y gracias por esta comunidad que tenemos aquí. Kæri himneski Faðir, við byggjum þess að þú megi vera með okkur á sérstakann hátt í dag. Te pido que estés con nosotros de una manera muy especial el día de hoy Að þú megir útdeila heilagum anda þínum yfir okkur öll. y que nos des de tu Espíritu Santo. Ekki bara þá sem eru hér, Y no solo a los que están aquí, líka þá sem ekki komust también a los que no pudieron venir og þá sem eru með okkur hér á netinu. y los que están aquí con nosotros a través del internet. Opna þú hjörtu okkar, Abre nuestros corazones, huga og sál nuestra mente y nuestro alma og leit þú röddu mína þegar ég reyna að tala orð þitt y guía mi voz cuando yo trato de hablar tu palabra til safnaðarins. a la congregación. Ég bið þess í Jesú nafni. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Stundum erum við eins og lærisveinarnir A veces somos como los discípulos í bátnum. en
en el barco. Það virðist vera allt gangi í blóma, Todo parece salir bien, en svo kemur allt í einu hvass vindhviða, pero de repente viene viento muy fuerte. ský fyrir sólu Las nubes tapan el sol og rigning. y viene la lluvia. Stundum göngum við í þennan dimma dal. A veces caminamos en esta valle tan oscura. Í dag erum við flest þess svo heppin að þegar það vont veður þá erum við bara inni. Y muchas veces tenemos la suerte de que cuando está mal el clima, estamos simplemente adentro de nuestra casa. Og þó það komist kannski smá vatnin Y aunque entre o filtre un poquito de agua í verstu óveðrunum, en las peores tormentas, að þá erum við samt nokkuð örugg estamos bastante seguros, fyrir storminum sem geysar úti. protegidos de la tormenta. En hvernig er þessi stormur sem oft er ekki sjáanlegur, Pero ¿cómo es esta tormenta que muchas veces no se puede ver, en á sér stað í huga okkar? pero pasa en nuestra mente? Þessar áhyggjur, Esas preocupaciones, þetta daglega amstur, estas preocupaciones diarias allir þessir hlutir sem að toga mann í sikkur áttina. y todas esas cosas que nos jalan de un lado y a otro lado. Áhyggjur af hinu og þessu Preocupaciones de esto y de aquello og fjöldin allur af skildum og hlutverkum sem við eigum að sinna. y tenemos también muchas cosas que encargarnos. Oft svo mörg verkefni sem liggja fyrir Y a veces tenemos tantos proyectos que tenemos que cumplir að maður veit ekki hvar maður á að byrja. que ni sabemos en dónde empezar. Áhyggjur okkar og líf eru misjöfn. La vida de cada uno de nosotros y nuestras preocupaciones son diferentes En við vitum það entre uno y otro. að lífið kemur í sveiflum. Pero sabemos que la vida va arriba y para abajo. En Kristur spyr lærisveinana, Pero Cristo le pregunta a los discípulos, af hverju höfðu þið áhyggjur? ¿por qué estaban preocupados? Ímyndið ykkur, þeir eru þarna á bátnum, Imagínense que están ahí en el barco. veðrið er alveg vita vitlaust, La tormenta se ha vuelto totalmente insoportable. þið kannski sjáið í ströndina, ég er ekki alveg viss, Tal vez ven un poquito la playa, pero no están seguros. ef það væri gott veður þá myndið þið kannski sjá í ströndina, Si estuviera bien el clima, tal vez lo podrían ver. en þegar nú sjáið þið bara öldunar. Pero ahora solamente ven las olas. Það var alveg eðlilegt að hafa áhyggjur, er það ekki? Sería muy normal estar preocupados. Það var alveg eðlilegt í svona kringumstæðum. Es muy normal en ese tipo de circunstancias. Þú ert á litlum báti á miðju Galileahafi. Estás Vatni. en un barco en medio del mar, En Guð var með þeim pero Dios estaba con ellos og hann var alveg við stjórn y Él estaba bajo control. og hann leiddi þá út úr þessum aðstæðum. Y Él los guió a través de estas circunstancias. En af hverju tengi ég þessa sögu og frásögn úr ritningunni Pero ¿por qué conecto este relato de la Biblia við efni sem við erum búin að vera að glugga í síðustu daga? con el material que hemos estado viendo en los últimos días? Að þetta helst svolítið í hendur. Porque está muy conectado. Í Jóhannesar Guðspjalli 15. kafla, Si vamos a Juan 15, að þið viljið flétta með mér, í Jóhannesi 15. kafla og við byrjum í 4. versi y si empezamos en el versículo 4 en Juan 15 og við förum niður til 8. vers. al 8. Við þekkjum þessa myndlíkingu Si entendemos esta metáfora,
Við sjáum í fyrsta versunu að Kristur er hinn sanni vínviður. Podemos ver aquí en el título del capítulo, Jesús es la viña verdadera. Og Kristus segir í 4. versi, Y Cristo dice en el cuarto versículo, verið í mér, þá verð ég í yður. estad en mí y yo en vosotros. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfur sér nema hún sé í vínviðnum, eins getið þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Ég er vínviðurinn, þér eru greinarnar. Yo soy la vid, nosotros los pámpanos. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getið þið alls ekkert gjört. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Hverjum sem er ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. El que en mí no estuviere, será echado fuera como el mal pámpano, y se secará, y los cogen, y los echan en el fuego, y arden. Og þeim er safnað saman og varpað á eldin og brennt. Vers 7. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá biðjið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Si estuvieras en mí, y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisiereis, y os será hecho. Með því vexamast faðir minn að þér berið mikinn ávöxt og verið lærisveinar mínir. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Efnið fyrir 10 daga í bæn í ár var skrifað af Pavel Goya. El material del día de hoy para los 10 días de oración fue escrito por Pavel Goya, un pastor. Og við erum svo lánsum að hann er að koma hingað í apríl. Y tenemos la fortuna de que él viene ya aquí en abril, Rétt fyrir páska. antes de Pascua, Og mun, held ég meira þess að fjalla sumt af þessi efni sem kemur fram í þessum lestrum. que va también a hablar sobre estas cosas que se hablan en las lecturas de la oración de 10 días. Í fyrsta lestrinum þá talar hann einmitt akkurat þetta vers. En la primera lectura justamente habla de este versículo. Hann segir frá reynslu sinni. Él dice de su experiencia. Hann var að predika einmitt þessi vers. Justamente estaba predicando estos versículos. Og þið sjáið að þarna er alltaf lagt áherslu á þetta að vera í mér, að vera í Kristi. Ahí ponen énfasis en eso, de estar en Cristo. Að njóta og vera með Kristi. De esto de disfrutar de estar con Cristo. Og í þessum 4 versum er það endurtekið 3 sinnum. Y en estos 4 versículos se repite 3 veces. Og í hebrenskri menningu að þá þýddi það að þú endurtókst eitthvað 3 sinnum. Y en una cultura hebrea significaba que si se repetía algo 3 veces, Að það væri mjög mikilvægt. significaba que era muy importante, Jafnvel lífsnauðsynlegt. hasta importante de vida. Áherslan sem hann lagði á var í sinni ræðu þegar hann var að predika og segir frá Él puso énfasis en su sermón. að við eigum ekki að leggja áherslu á það hvað við gerum No debemos poner énfasis en lo que nosotros estamos í haciendo hinu kristna lífi. en nuestra vida cristiana. Við erum kölluð til þess að þjóna, Estamos llamados para servir, en árangurinn er aldrei okkar. pero el resultado no va a ser nuestro. En ef við samstörfum með Kristi, Pero si trabajamos con Cristo, þá verður hann lofa okkur því að hann muni leiða, styðja nos ha prometido que nos va a guiar, que nos va a dar fortaleza og hann muni svara bænum okkar. y va a responder nuestras preguntas. Það er nefnilega ekki alltaf spurning það hvað við getum gert eða ég get gert, Es que no es cuestión, ¿qué es lo que yo puedo hacer?
heldur spurningin hvað Guð getur gert. sino qué es lo que Dios puede hacer. Því að Guð, hann getur breytt öllu. Dios puede cambiar todo. Ellen White skrifaði eitt sinn, Elena de White escribió una vez, það snýst ekki þá hæfileika sem þú hefur núna eða munt hafa, no se trata del talento que tú tienes ahora o tendrás, það snýst ekki þá hæfileika sem þú hefur núna no se trata de los talentos que tú tienes ahora, hvort þú fáir velgengni. que si tengas algún éxito. Það það sem Drottinn gerir fyrir þig. Lo que es importante es qué es lo que Dios quiere hacer para ti. Við þurfum að hafa miklu minna traust á því hvað menninir gera eða geta gert, Tenemos que tener mucho menos fe en lo que los hombres pueden hacer, en þeim meira traust á því hvað Guð getur gert fyrir hverja trúandi sál. pero mucho más qué es lo que Dios puede hacer para cada uno de nosotros. Við höfum oft heyrt að bænin þetta öfluga leynivopn. Hemos escuchado que la oración es como un arma secreto, Styrkur hins kristna manns la fuerza del cristiano. og þess vegna hvetur Kristur okkur til þess að vera í honum. Y por eso Cristo nos dice que estemos en Él. Og við vitum það að jafnvel Kristur sjálfur notaði bænina Y sabemos que Cristo mismo usó la oración þegar var undir árásum Satans. cuando Satanás lo estaba atacando. Því að bænin og orð Guðs eru hið máttugasta vopn eða hvað við segjum gegn árásum hans. Porque la oración y la palabra de Dios es el arma más potente contra de Satanás. Í Mattheus Si vamos a Mateo 18. kapla, 18, ef við fléttum þar saman, vamos a leerlo juntos. Mattheus 18. kapli, 19. og 20. vers. 19 y 20. En ég segi yður, hverja þá bæn sem tveir yðar verða einhuga á jörðu, mun Faðir minn á himnum veita þeim. Otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieron en la tierra de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Því hvar sem tveir eða þrír eru samankomnir í mínu nafni, þar ég mitt á meðal þeirra. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Í dag erum við fleiri en 2 eða 3, Hoy somos más que dos o tres, en Kristur lofar pero Cristo promete að það sem eru 2 eða 3 samankomnir que donde hay dos o tres juntos, og biðja hann, orando, að það mun hann kannski gera það. tal vez lo hará, tal vez estará. Það sem þið lesið? ¿Es lo que leemos? Hvað lesið þið í ritningunni ykkar? ¿Qué es lo que ustedes leen? Hann mun veita. No, Él estará con nosotros y Él nos dará lo que pedimos. Hann Pavel segir okkur frá því að hann fjallaði þetta umfjöllunarefni og var með ræðu sem var með þetta innihald. Pavel, él predicó con este tema Og hann sagði við hlustundur sína, y dijo a sus oyentes, það engin valkostur að gera ekki neitt. no tenemos opción, no existe la opción de no hacer nada. Við þurfum að biðja Tenemos que orar og vinna y trabajar og Guð mun gefa okkur árangur eins og hann hefur lofað. y Dios nos dará éxito así como Él nos ha prometido. Ræðan var O mikil resultados. ræða kraft bænarinnar. Y era un sermón sobre el poder de la oración. Ég gleymdi að segja ykkur að þetta var lítill söfnuður. Se me olvidó decirles que era una iglesia muy pequeña.
þegar mest lét voru kannski 40 manns sem mættu í kirkju. Cuando había más gente eran como 40 personas. En þegar fæst var, það voru kannski kringum 10. Pero cuando eran menos eran como 10. Þennan hvíldardag þá mætti hann. Este sábado llegó. Hann mætti og þá voru 9 manns í kirkju. Llegó a la iglesia y había 9 personas. Og til að bæta gráan og svart, Y para ponerlo todavía peor, að það voru 4 í hans fjölskyldu. sem 4 komu de honum. ellos eran miembros de su familia. Það voru 5 meðlimir mættir. Entonces solamente 5 llegaron a la iglesia. Hann hafði hugsað sér, þarf ég eitthvað að vera með ræðu? Había pensado, ¿será que tengo que tener el sermón para tan poca gente? En safnaðarformaðurinn, heldri kona nýræð, Pero el anciano, que era una señora de 90 años, hún sagði, við skilum okkar 10, þannig að þú skalt predika. dijo, nosotros regresamos el diezmo, así que tú tienes que predicar. Það var engin afsláttur, No le dieron ningún descuento, svo hann gerði það. entonces lo hizo. En það var á leiðinni heim. Pero en el camino a su casa, Og hann þarna, hann sér 3 kirkjur þarna á þessu svæði. y él tenía que atender a 3 iglesias en el área. Og þau eru að keyra heim og hann sagði Y él está manejando við konuna sína, y le dice a su mujer, við þurfum eiginlega að flytja eða fara eitthvað annað. dijo, tenemos que mudarnos. Það engin von að þessi söfnuður stækki. Aquí no hay esperanza a que esta iglesia crezca. Það mun ekkert gerast hérna. No va a pasar nada aquí. Vitið þið hvað fljóta að gleyma? Y sabes qué tan rápido olvidamos. Hann var nýbúinn að predika kraft bænarinnar. Había estado predicando sobre el poder de la oración, En hann vel kvæntur, pero tenía muy buena mujer, sem nú einn besta gjöf frá Guði, que es el mejor regalo de Dios. að konan hans myndi hann á það sem hann var nýbúinn að segja. Su mujer le recordó lo que había estado diciendo en la predicación Hann fór í gegnum predikuna með honum. y le revisó toda la predicación. Og með loforð Krists í huga, Y con la promesa de Cristo en mente, þá spurði hún mig, af hverju kallar þau ekki saman til bænar? ella le dijo, ¿por qué no los llamas todos para que oren juntos? Pavel var svolítið hikandi en hann ákvað að gera það samt. No estaba seguro que lo iba a hacer, pero al fin de cuentas lo hizo. Á hverju morgni klukkan 6:30 Cada mañana a las 6:30 komu þau saman, nokkrar konur úr kirkjunni, se juntaban unas cuantas señoras de la iglesia og þau biðu saman fyrir heilugum anda, y oraron todos juntos para que Dios les diera el Espíritu Santo, að söfnuður þeirra myndi vaksa a que la iglesia creciera. fyrir fjölskyldum, Oraron por las familias, fyrir bænum por el pueblo og fyrir áætlunum Guðs fyrir þá kirkju. y para los planes de Dios para esta iglesia. Og að þau getur séð skýrt hvað það var sem Guð vildi sem Guð sagði að þau þurfti að gera. Y que vieron claramente qué es lo que Dios quería que ellos hicieran. Og það ekki talið í öllu en No se menciona todo lo que pasó, pero 3 mánuðum seinna 3 meses después þá voru 120 manns í hverri hvíldardegi. ya llegaban 20. 120 personas llegaban a la iglesia. Munið það best á let, það voru 40. ¿Se Kannski acuerdan que cuando en los mejores días habían 40? Þegar jólaprógrammi var kannski, Tal vez cuando era el programa de Navidad. en á 3 mánuðum Y en 3 meses orando þá margfaldaðist fjöldi safnaðarmeðlima, se eða þeir sem multiplicaba komu í kirkju. la cantidad de gente que venían a la iglesia. Ekki spurning hvaða hæfileika við höfum. No se trata de cuáles son nuestros talentos. Ekki spurning hvað ég legg með hart á mig.
no se trata de qué es lo que yo hago con mis esfuerzos. Krafturinn kemur frá Guði. El poder viene de Dios. Guð að kalla okkur Dios nos está llamando til að vera í sér. para que nosotros estemos en Él, Að biðja que oremos án afláts. sin cesar, Að við séum ekki að aftengja okkur frá honum. que no estemos desconectándonos de Él, Að við göngum í gegnum lífið með honum. que estemos caminando junto con Él, Og við biðjum hann daglega það að dvelja í hjörtum okkar. y que oremos con Él para que Él esté en nuestros corazones. Þetta okkar eina sanni uppruni orku eða krafts. Esta es la única fuerza o el principio de la fuerza que podemos tener. Og samband okkar við Krist líka okkar öryggi. Y nuestra conexión con Cristo es nuestra seguridad. Því svo lengi sem við erum tengd við Krist, Porque mientras que estamos conectados con Cristo, þá á Satan ekki tilkall til okkar. Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. Kristur í þér Cristo en ti og þú í honum y tú en Él eina leiðin til að vaksa og að ná árangri. es la única manera de crecer y tener éxito. Ég að horfa á tíman, mér langaði til að deila með ykkur meira af því sem að kom fram á þessum 10 dögum. Estoy viendo el tiempo, yo quería compartir más con ustedes del material que teníamos en los días de oración. Við fórum saman í gegnum á 3. degi En el tercer día áhugaverða sögu vimos una historia muy interesante. Það að biðja ákveðna hluti. De cómo debemos orar por cosas específicas. Hver kannast ekki við að fara og biðja ¿Quién no conoce eso de que vamos a orar og segja Guð viltu vera með öllum? y decir, Dios, puedes estar con todos? Vertu með risastórum hópa fólki eða öllum þeim sem ég þykir vænt Estate con un grupo muy grande o con todos los que yo quiero. Kannski kannast enginn við það. Nadie reconoce eso. En Pavel hvetur okkur til og segir okkur svolítið sögu frá því. Pero Pavel nos cuenta una historia sobre esto. Því einu sinni var sonur hans að gera upp hús. Una vez su hijo estaba remodelando una casa. Og ég ber örugglega nafnið ekki alveg rétt fram, en hann heitir Ovidiu. Tal vez no pronuncio su nombre bien, pero se llama Ovidio. Ovidiu hafði miklar áhyggjur af þessu öllu saman. Ovidio estaba muy preocupado de todo esto. Hann hafði keypt húsið á ódýrt. Había comprado la casa muy barata. En það var aðeins svo lítið og það þarfnaðist mikilla viðgerða. Estaba muy chiquito y se necesitaba muchos arreglos. Og það sem Pavel og pappans og hann sá, hann var áhyggjufullur og sagði hann berði þetta undir Guð í bæn. Y su papá lo vio y se preocupó y le dijo, tienes que orar con Dios sobre esto. Og sonur hann sagði, já, ég hef gert það. Y su hijo dijo, sí, lo he hecho. Svona almennt. En general. Góði Guð, viltu hjálpa mér með húsið? Querido Señor, ayúdame con esta casa. Þá spurði baðan hann að skoða eitt. Entonces le pidió que averiguara una cosa. Það staðinn fyrir það að biðja bara almennt fyrir það gengi vel með húsið. Que en vez de orar algo así en general que le ayudara con la casa. Að biðja Guð bara eitt hlut í einu. Que pidiera a Dios por una cosa a la vez. Þá þörf sem var í dag eða á morgun. La necesidad que había el día de hoy o mañana nada más. Ekki eitthvað sem var langt fram í tímanni, mánuð fram í tímanni eða eitthvað svoleiðis. No por algo que venía dentro de un mes. En að biðja í dag fyrir þörfum dagsins í dag. Orar el día de hoy por las necesidades del día de hoy. Og Pavel sagði við son sinn. Y Pavel le dijo a su hijo. Guð svarar nákvæmum bænum fyrir nákvæmum bænaratriðum. Dios contesta oraciones cuando uno ora específicamente. Hann segir að Guð svarar ekki almennum bænum. Que Dios no contesta las oraciones en general. Ég held við getum aldrei sett Guð í þannig kassa að við getum sagt að hann svarar ekki þessu eða hinu,
Bueno, sabemos que Dios no podemos ponerlo en una caja y decir que no, o no contesta esto o aquello. Pavel sagði þetta ekki að ástæðu lausu. Pavel no lo dijo sin razón. Því að í Markusar guðspjalli þá kemur Bartimeus til Krists og biður hann hjálp. En Marco, Í Markus 10, 10. kapla. Marco 10, Við ætlum ekki að fletta. ok, ég ætla bara að finna hvernig maður segir það á spænsku, sko, nafnið. Bartimeus. Bartimeo. Já, Bartimeo, já. Hann var að biðja Krist hjálp, Jesú hjálp. Bartimeo pidió ayuda a Cristo Og hann kallar til hans og segir, y le dice, Jesús, sonur Davís, hafðu miskunn á mér. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Og sjáu að þessi beðinni, hún svolítið víð, Entonces, almenn. hay Bartomeo, es Bartomeo, ¿esto ves? No es Bartolomeos. Bartolomeos, no. Ten misericordia de mí, dice él, pero esta es una oración muy general. Nokkrum versum seinna sjáum við að Jesús biður hann sjálfan að vera meira nákvæmur. Unos versículos después Jesús le pide que sea más específico Og spyr hann, y le pregunta, hvað vilt þú að ég geri? ¿qué quieres Fyrir que þig. yo haga para ti? Þá svarar Bartimeus, Rabbi, að ég megi fá sjónina mína aftur. Entonces Bartimeo le pide que le dé la vista de nuevo. Og Kristu læknar hann Y og gefur hann sjónins aftur. Cristo lo curó. En sonur Pavels ákvað að taka hann á orðinu og taka Guð á orðinu. Entonces el hijo de Pavel decidió creer en lo que estaba diciendo su papá y la Biblia. Það næsta verkefni sem lá á við húsið Lo que le urgía para la casa que estaba renovando var að grafa grunn. era, tenía que escarbar como un hoyo para poner la fundación. Og hann bað Guð að hjálpa sér með það. Y le pidió a Verkefni. Dios que le ayudara con eso específicamente. Hann bað Guð að hann fengi þetta á góðu verði Le pidió a Dios que obtuviera eso a un buen precio og fljótt. y rápido. Því að hann var búinn að vera að leita Porque había estado buscando og það var allir að rukka 18 til 22.000 dollara. Los que querían hacer ese proyecto, todos querían cobrarle 18,000 a 22,000 dólares. Þúsundir. Todo aquí, 1,000. Þúsundir. Ekki, 1,000. ok. En þúsundir, ¿verdad? Já, Me está allt í lagi. enseñando español. Ég bara milljónir, nei ekki milljónir. Og það voru allir uppteknir, marga mánuði fram í tíman. Y todos estaban también muy ocupados y no podían venir a ayudar. En hann náði að semja við einn verktaka Pero pudo hacer un tratado con uno de estos contratados, no sé cómo se dice, contratado. Contratado, já ég held það. Til að fá hann til að gera þetta fyrir 16.000 dollara Pedirle que lo hiciera por 16,000 dólares. og þeir ætlaði að koma bara í næstu viku. Y también iban a venir en la próxima semana. Þannig að Ovidio hann var mjög glaður með það. Ovidio estaba muy contento con eso. En svo þegar dagurinn kom, Pero cuando llegó el día, þá kom verkstjórinn vino el que estaba jefe del proyecto, en það kom engin tæki með. pero no llegó con ningún equipo. Hann beið allan morguninn Esperó toda la mañana og verkstjórinn sagði síðan eftir hádegi, y el jefe del proyecto dijo después del almuerzo, ég get ekkert verið að bíða þetta lengur, yo no puedo esperar más, séði bara eftir 3 mánuði. nos vemos en 3 meses.
Þannig á vídeo Así que Ovidio bað alveg sérstaklega aftur teimi til þess að grafa hóluna hratt entonces otra vez empezó a orar para que tuviera equipo para hacer el hoyo og góðu verði, de un buen precio, en leið og hann lauk bæninni, pero al terminar la oración, hann var þarna úti, estaba allá afuera orando, þá kemur nágrannars til hans. viene su vecino Hvernig hefur þú það? y le dice, ¿cómo estás? Já, það er allt í lagi, en ég er bara að leita teimi til að grafa fyrir grunn fyrir húsið mitt. Dijo, estoy bien, pero estoy buscando un equipo para hacer el hoyo para la base de la casa. Heyrðu, ég er með heilt teimi sem er að grafa hérna í garðinu hjá mér. Yo tengo un equipo que está haciendo exactamente eso en mi jardín, dice el vecino. Þú ættir að spyrja þá, kannski geta þeir bara grafað fyrir þig líka. Pregúntales a ver si ellos quieren hacerlo también para ti. Og Ovidio, hann lét nú ekki segja sér tvisvar og hljóp þangað Entonces Ovidio fue corriendo og spurði hvort þeir getur líka grafið fyrir grunnunum hans. y les preguntó si podían hacer lo mismo para él. Og verkstjórinn hann sagði, Y el jefe del proyecto, já víst við erum hérna pues, ya que estamos aquí, dijo, og víst við erum allan búnaðinn hérna, y ya que tenemos todo el equipo aquí, þannig að þá leiðum við erum búin hérna meginn hjá honum, así que cuando terminemos aquí con él, þá komum við yfir til þín og gerum þetta hjá þér. seguimos haciendo lo mismo aquí en tu casa. Getur þú komið og getið þið gefið mér svona eitthvað verði í þetta? ¿Y me pueden dar el precio? Dijo Ovidio. Verkstjórinn hugsaði aðeins Se puso a pensar el jefe del proyecto. Já, við getum gert það fyrir svona 2500 dali. Podemos hacerlo por $2,500. Hann var búinn að semja við einhvern að gera það fyrir $16,000. Había hablado con alguien para hacerlo por $16,000. Þeir gátu ekki komið aftur fyrir eftir 3 mánuði, No podían venir hasta dentro de 3 meses, en allt í einu sem svar við bæn, pero como una respuesta de oración, þá var teimið komið á svæði todo el equipo ya había llegado og þeir voru tilbúinir að gera það fyrir miklu lægra verð. y estaban dispuestos a hacerlo por un precio mucho más bajo. Guð hafði undirbúið bænasvarið Dios había preparado la respuesta a la oración áður en Ovidio bað sérstaklega það. antes de que Ovidio pidiera por eso de una manera especial. Við tölum nefnilega bænina sem leið til að opna hjarta til Guðs Hablamos de la oración para abrir nuestro corazón hacia Dios, sem vin. como nuestro amigo. Hann vill okkur það allra besta. Él quiere lo mejor para nosotros Hann vill að við dveljum í sér. y quiere Él que estemos con Él. Hann vill vera með okkur í stóru og smáu, Él quiere estar con nosotros en lo grande y en lo pequeño, í upphaf dags, al principio del día, miðjan dag en medio del día og kvöldi y dags. también en la tarde. Það kemur fyrir að við gleymum honum, A veces se nos olvida Dios, en hann gleymur okkur aldrei. pero Él nunca nos olvida. Mér langar til þess Quiero að segja ykkur eina stutta sögu í lokin, contarles una historia para terminar, sem eina uppáhaldssögum hennar Ester Lilju núna. que es una de las mejores historias de Esther Lilia, es su favorita. Litli Samúel var að aðstoða Eli prest El pequeño Samuel estaba ayudando al sacerdote Elí í musturinu. en el templo. Og eina nóttina Y una noche þá heyrði Samúel kall. escuchó Samuel un llamado. Heyrði rödd sem sagði Samúel. Escuchó una voz que decía, Samuel. Og Samúel rauk á fætur og sagði við Eli prest, hér er ég, þú kallaðir. Samuel se paró y dijo al Elí, aquí estoy. En Eli prestur sagði, ég var ekki að kalla á þig, halda áfram að sofa. Elí dijo, yo no te estaba llamando, vete a dormir. Og það gerist aftur. Y otra vez lo mismo pasó. Og aftur sagði Eli, nei, ég var ekki að kalla, farð að sofa. Y Elí dijo, yo no te estaba llamando, vete a dormir. En í þriðja skiptið, Y la tercera vez cuando pasó eso, þá fattaði Eli prestur se dio cuenta Elí el pastor að líklegast væri þetta
sjálfur Guð að kalla á Samúel. que probablemente era el mismísimo Dios que estaba llamando a Samuel. Og hann sagði við Samúel, Y dijo a Samuel, næstur að heyri þessa röddu, la próxima vez que escuchas esa voz, þá átt þú að segja, tú necesitas decir, Herra, Señor, þjónn þinn heyrir, aquí está tu siervo que escucha, mæl þú. háblame. Og Samúel lagðist aftur á kottan, Y Samuel se acostó otra vez, í þetta skipti glaðvakandi, esta vez sí estaba muy despierto, og hann heyri kallið, y escucha el llamado, þessa röddu. esa voz, Samúel, Samuel, Samúel. Samuel. Og Samúel hvíslar, Y Samuel dice en voz baja, Herra, þjónn þinn heyrir, Señor, tu siervo te escucha, mæl þú. háblame. Og Guð sagði honum að hann hefði ákveðið hlutverk fyrir hann. Y Dios le dijo que él tenía un proyecto especial para él. Samúel var nú orðinn litli presturinn, Samúel. Ahora Samuel se volvió a ser el pequeñito sacerdote. Samúel var mjög ánægður með það. Samuel estaba contento. Við lesum í ritningunni að Samúel var síðan spámaður Guðs. Después leemos en la Biblia que Samuel se volvió un profeta de Dios. Kristur kallar Cristo está llamando á hverjum degi. a cada día. Kannski ekki með svona röddu eins og Samúel heyrði, Tal vez no con esa voz como Samuel escuchó, en hann vill banka á hjörtu okkar. pero él quiere tocar a Hvers og nuestros eins. corazones, a cada uno de nosotros. Hann kallar nafnið þitt. Está llamando tu nombre. Hann þráir náir með þér. Quiere tener tiempo contigo. Hann vill vera eins og vínviðurinn að vera sem tengd saman. Quiere que seamos como la viña, todos conectados, las ramas con el árbol. Hann vill hjálpa okkur Quiere ayudarnos að lifa í fyllstu gnægð. vivir una vida plena Hann hefur áform fyrir hvert og eitt okkar. y tiene propósito para cada uno de nosotros, Ung og aldin. para los jóvenes y para los viejos. Hann þekkir hvert og eitt okkar. Conoce cada uno de nosotros Og hann kallar til okkar y nos llama og hann veltir fyrir sér hvort að við heyrum. y está pensando, ¿será que me escuchan? Stundum stormurinn hávær. A veces la tormenta suena muy fuerte. Lífið og áhyggjur La vida y las preocupaciones gera það verkum að við erfitt með að hlusta. hace que nos cuesta trabajo escuchar. En kallið, það engu að síður stöðugt. Pero el llamado es constante. Spurningin hvernig við svörum. La pregunta es, ¿cómo contestamos? Við skulum lúta höfði í bæn. Vamos a orar. Kæri himneski Faðir, Querido Señor que estás en el cielo, við þökkum þér fyrir það gracias að við höfum orð þitt, que tenemos tu palabra, að við höfum þinn heilaga anda sem leiðir okkur, que tenemos al Espíritu Santo que nos guía, að við höfum þetta samfélagi sem við getum rannsaka ritninguna saman, que tenemos esa comunidad donde podemos estudiar la palabra juntos. Kæri Faðir, við þökkum þér fyrir það að þú getur lægt storminn. Gracias, Señor, por calmar la tormenta. Við þökkum þér fyrir það að þrátt fyrir að við eigum það til að gleyma þér. Gracias porque a veces se nos olvida lo que tú pides Og þrátt fyrir að við bregðumst, y aunque nosotros fallamos, þá bregst þú aldrei. tú nunca fallas. Þú stendur við loforð þín. Tú siempre cumples tus promesas. Þú stöðugur í þinni elsku til okkar. Y nos amas constantemente. Kæri Faðir, þú kallar til okkar sérhvers. Tú nos estás llamando a cada uno de nosotros. Þú þekkir hvert eitt og einasta okkar. Tú conoces a cada uno de nosotros. Kæri Faðir, við biðjum þess Te pedimos, Señor, að þú megir hjálpa okkur que nos puedas ayudar
Leiða okkur guiarnos, að við megum svara kalli þínu. que nos puedas ayudar a responder a tu llamado Og segja, y decir, Herra, Señor, þjónn þinn heyrir, tu siervo te escucha, mæl þú. háblame. Að við megum segja, kæri faðir, Que nosotros digamos, querido Padre, ég vil dvelja í þér. yo quiero estar en ti. Fyrirgefðu mér Perdóname og gefðu mér y að fylgja dame, þér dame eso de que yo te siga a ti alla daga þína. todos los días. Kæri faðir, það eru kannski einhverjir hér inni Querido Padre, tal vez hay alguien aquí, eða sem er að hlusta, los que están escuchando, sem eiga eftir að gefa þér þitt líf og hjarta que todavía no han entregado su vida a ti, að fullu. totalmente. Einhverjir sem hafa íhugað það að skýrast Algunos han pensado en ser bautizados og lýsa þannig yfir y declarar de esa manera fyrir Guð og mönnum ante Dios y ante los humanos að þau vilja fylgja þér que quieren seguirte a ti alla sína ævi. toda su vida. Kæri faðir, þú þekkir hjörtu okkar Querido Padre, tú conoces nuestros corazones og við biðjum þig að þú meir leið okkur til þín, y te pedimos que tú nos puedas guiar hasta ti. að þú meir víkja í burtu öllu því sem að stöppar okkur frá því að gefa þér líf okkar. Y aléjanos de todo lo que nos lleva lejos de ti. Þú meir gefa okkur þinn kærleik og þinn frið. Danos de tu amor y de tu paz. Við bið þess í Jesú nafni. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Við þakka Kristjáni Ara fyrir góða ræðu og við skulum enda stundina með sálmi 362, Dýrmæta vissa.
ykkur að rísa á fætur, ég mun lesa blessunarorðin sem að þessu sinni eru úr Júdasarbréfi. En honum sem megnar að varveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýrð sína, lítalaus í fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist, drottin vorn, sé dýrð, tign og máttur og vald fyrir allar aldir, nú og allar aldir. Amen.